Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Þáttur vikunar með jólalegu ívafi, ef svo má segja. Við förum og skoðum eitt jólalegasta húsið á Suðurnesjum sem í Suðurnesjabæ. Og svo förum við og dæmum í jólaskreytingakeppni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Já, sjúkrahúsið og heilsugæslan eru jólaskreytt svo munar. En við erum hérna í Myllubakkaskóla að skoða óvanalegan vegg, en við skoðum líka skólan sjálfan. Gerðan úr piparkökum. Hittum ungan verðandi bakara sem gerði það skemmtilega verk. En við hefjum leikinn, þar sem við ætlum að skoða örlítið meira þennan vegg. Það er ótt að segja einn veggur í Myllubakkaskóla í Keflavík veki meiri athygli en aðrir veggir skólans. Núna þetta kallaður veggurinn Stebba og við skulum aðeins skoða hann betur. Stefán, það ýmislegt sem vekur athygli í Myllubakkaskóla en það er ótt að segja að þessi veggur veki meiri athygli en margt annað. Já, þau pæla mikið í honum núna og veiga sér uppáhaldspersónur og annað á honum. Hver hugmyndin að baki þessum skurðlega vegg? Sko, Bryndís talaði við mig fyrir 2 árum og þá vorum við eitthvað að velta fyrir okkur einhverjum vegg úti. Svo fór hún í 1 árs námsleyfi og ég bara hætti að pæla í þessu. Svo þegar hún kom tilbaka og sendum með mynd með Daltonbræður eitthvað svona hefur lukkuláka og eitthvað fleiri og þannig að þar sýndum mér mynd sem henni langaði svo að fá í eitthvað svona svipuðum stíl. Svo ég byrjaði og datt svo í huga að setja Hölk hann inn og láta hann halda á þessum ljóta kassa og svo bara þróaðist þetta bíómyndirnar og svona. Ég á náttúrulega barnabönd sem ég fer að teikna fyrir svona reglulega þannig að þannig myndaðist svona ýmsar persónur. En svo völdu þau líka, 3. bekkur krakkarnir hérna við hliðina á veggnum hafa verið að velja sér myndir á þetta og báðum að setja hérna einhverjar bæði einhyrning og eitthvað fleira sem á veggnum. Þú sérst að tala Bryndís í skólastjóra, það hún sem vildi fá hana vegg. Já, hún bað mig að gera það og það reyndar annar veggur uppi sem svona meira fyrir unglingana, svona í sambandi við námið, en þetta á að vera svona meira svona fígúrur sem þau þekkja. Bæði úr sjónvarpi og þetta jafnvel úr bókunum sem þau eru að lesa. Sofía Sól og eitthvað fleira sem við setti þannig inn. Eitthvað sem að þeim finnst vera flottar en annað? Hefur eitthvað heyrt það? Já, sko strákarnir náttúrulega vilja Hölk og Batman og svona, en það aftur svona að spá í einhverjum stúlkum. Ég var nú svona að reyna að finna kvenfólk á þetta líka, sko. Það svona, kallar eru svona eitthvað meiri í ofurhetju dótinu, sko. Og Simpson, hefur hann eitthvað að segja hérna á fjölskyldan? Já, ég ætlaði nú að vera með Bart, en svo sá ég Homer, það var svona beinn, þannig ég gæti nýtt mér hann við vegginn. Svo var ég komin í vandræði með hotnið hérna upp, þá gæti ég tekt hárið á Maggie hérna upp. Þannig að svona hefur þetta svo kassi hérna og hann passaði við Minecraft. Ég sé það, þú ert með eitt Suðurnesja táknað inn á. Já, það var ekki hægt annað en að hafa fjallið okkar, keilir hérna. En ég verð að spyrja út í, hvað þetta mikil vinna og hvernig gerir þetta? Sko, ég vann þetta aðalega á laugardags- og sunnudagsmorgnum. Ég var mættur hérna 6:30 og setti kannski, ég eiginlega búinn að mála hann 2 því að það var svona dökkgrænn litur á bakvið og ég þurfti að þekja fyrst og svo gæti ég málað þetta og þannig að það kom alltaf ný fígúra. Ég náði að þekja á laugardegi og klára hann á sunnudegi þannig að það var komið ný fígúra þannig að það var hægt að fara og skoða þegar þau komu á mánudögum. Það bættist alltaf við? Já, bættist alltaf við. Hverja helgjastundu náði ég að klára svona seinni part þá fór ég niður til svona 6-7 og kláraði eitthvað sem ég þyrfti að klára. Einhverju tugir klukkutíma? Sjálfsagt, fyrir utan það sem ég búinn að hugsa þetta. En eitthvað fleira í vændum? Við erum nú ekki byrjað að spá neitt í neitt svoleiðis. Ég er rétt að jafna með þetta, ég byrjaði á þessu í ágúst og núna er komið desember. Og frá Stefáni húsverði í Myllubakkaskóla förum við í matsalinn
þar sem Finnur Guðberg Ívarsson, nemandi við skólan, hefur bakað nákvæma eftirmynd af Myllubakkaskóla úr piparkökudegi. Finnur, hann glæsilegur hjá þér Myllubakkaskólinn, en hvaðan kemur þessi hugmynd? Sko ég ætlaði að gefa skólanum sem piparkökuþorp eins og ég hef gert venjulega heima bara, en mamma hélt ég ætlaði að gefa þeim, eða misskildi mig eitthvað, hélt ég ætlaði að gefa þeim skólamódel og ég ákvað síðan að gera það út og ég gat ekki tækt að hugsa út í það. Þetta svolítið mikið í mál og þetta glæsilegur piparkökuskóli, en hvernig féstu öll mál og svona? Ég fór niður á skrifstofu og bæjarskrifstofu og fekk teikningar og síðan reiknaði ég bara út frá þeim. Stærra hlutun og svona. Og var eitthvað erfitt í þessu? Nei, svona í rauninni ekki sko, bara rosa mikill tímavinna. Hvað en það eru ýmis smáatriði þarna eins og gluggar og fleira skemmtilega? Já, ég bjó til, ég og bakarameistarinn bjuggu til brjóstsykur í gluggana og sem við steyptum í. Varstu alveg búinn að sjá þá svona fyrir þér, einhvern veginn svona jólalega? Já. Hvað fer mikið efni í svona? Það voru eitthvað 15 kíló af piparkökudegi, kannski kíló súkkulaði og kannski 500 grömm flórsykur. Ekki síðan tilvalið að þú og nemendur, einhverju valdi nemendur borðið síðan skólan á 13. daganum? Ég veit það ekki sko, hann ekkert kannski rosalega bragðgóður út af það þarf að vera rosalega hart piparkökudegi sem þetta haldist uppi, en það er hægt að borða þetta sko. Þannig að við getum allan að ráðast á gluggana? Já. En fékkst ekki eitthvað aðstoð við þetta? Gerur þetta allt einn? Ég gerði svona megnið en ég fekk hjálp hjá Jóni Árelíusi sem er eigandi kökulist og hann hjálpaði mér og ég fekk einmitt að nota bakarís aðstofuna við að baka þetta. Ertu að vinna þar? Já, ég er að vinna þar. Með skólanum? Já, með skóla. Það verður ekkert aftur snúið, þú ætlar að verða bakari? Já, ég fer á samning á næsta ári. Okay. Þannig að hvenær kviknaði þessi áhuga á bakaranum hjá þér? Bara þegar ég byrjaði að vinna við þetta og hefur alltaf fundist gaman að þessu sko. Hvernig var að koma svo með þetta? Settur þetta saman hérna? Ég setti þetta saman heima og skreytti svona megnið heima og svo fluttu þetta í flutningabíl bara og kláraði sem skreyta hérna. Hvað ætlar þá að gera næsta ári? Þú voru að gera eitthvað meira þá? Já, ég bara ekki búinn að ákveða sko. Það átt í stefnu. Jólaævintýri Jónatans Ingimarssonar og Erlu Vigdísar Óskarsdóttur hófst fyrir næstum áratug þegar þau ákváðu að rugla saman reitum og Erla flutti síðan í garðinn. Þau hafa nú búið sér fallegt heimili í litla garðshorni við Gauksstaðaveg. Hilmar Bragi heimsótti Erlu og Jónatan á aðventunni. Þetta byrjaði nú fyrir cirka 10 árum, eða 9 árum. Þegar hún flutti hérna suðurundir í garðinn. Við fórum að safna svona smotterí. Byrjum á einni hillu þarna og annarri til. Og svo bara hefur þetta þróast. Við höfum farið í Góða hirðinn í Reykjavík, Kompunu í Keflavík og fleiri staði. Þetta er svona 90% endurunnið eiginlega, má kalla það. Já, þið hafið svona bara verið að leita upp í jólaskraut svona sem við jafnvel þurft að dytta aðeins að? Já, það er verið að gera við og dytta að þessu flest öllu. Þú komst með eitthvað gamalt skraut í búið? Já, ég hef alltaf verið voða mikið jólastelpa. Kom með þó nokkuð inn í þetta samband.
Og það kannski á við ykkur bæði, þið eru bæði jólabörn. Já. Já, það má segja það. Og hvers slags jólaskraut er þetta? Já, hvað er að segja? Þetta er bara á milli, já, þetta er bara alls konar. Þetta er bara jólasveinar Sambland. og bara tré og jólaland, náttúrulega. Sem við erum voða ánægð með. Jólalandið okkar. Litla Garðshorn er víðförult hús. Það stóð fyrst á mótum Vallargötu og Aðalgötu í Keflavík áður en það var flutt að Bala á Stafnesi. Þaðan var húsið svo flutt að Gauksstaðavegi í Garði, þar sem unnið hefur verið að endurbyggingu hússins í sem upprunalegastri mynd. Þannig að þetta skraut á vel við í svona gömlu húsi. Þetta er svona gamalt já, íslenskt og svona kannski þessi hefðbundnu rauðu jólasveinar og svo kannski líka þessi gömlu íslensku. Já, það er. Það er hvort tvekja. En vinnan á bakvið þetta, þú sagði mér hérna áður ég kveikti á upptöku að þetta væri á milli 500 og 600 hlutir. Já, það er nú engum tekist að telja þetta allt en svona, við hafa komast upp í 300 og eitthvað krakkanir sko og gefast upp þá, þannig að það verður nokkuð talið. En þetta tekur mjög langan tíma að setja þetta upp. Ennþá meiri tíma að ganga frá því. Eru þið með einhverja aðferð við það að setja þetta upp? Er þessu alltaf stillt eins upp ár eftir ár? Nei, það er alveg vonlaust sko. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er alltaf ný útgáfa. Þannig að það er kannski engin hluti sem á sinn stað? Nei. Nei. Ekki nema kannski hérna. Já, jólatréð er alltaf á sama stað. En þið eru ekki bara skreytt inni, þið eru líka skreytt úti? Já, það er einhverju jólasveinar og einhverja fígur úti. Og í gluggunum hérna er einhver tröll líka. En hvað svo? Þegar jólin eru af staðinn, þá þarf að pakka þessu öllu niður í kassa og þetta hlýtur að taka daggott pláss. Já, við höfum nú smá geymsluloft hérna uppi. Þetta tekur ansi mikið pláss. Marga kassa. En endið ekki bara með að leyfa þess að standa og bara hafið jólaland allt árið? Það er ekki gott. Væri það of mikið? Já. Allt og mikið. Heldur mikið. Þetta er viss spenna að fara í það að taka upp dótið. Hvenær kemur jólaandinn yfir ykkur? Já, við höfum nú verið að reyna að vera búin helst fyrir 1. desember. Og erum að byrja svona og svo er bara kveikt þegar allt er komið. Hvernig er það þegar þið eru að ferðast landið og jafnvel út úr landsteinana? Eru þið alltaf að líta eftir því hvort þið finnið eitthvað sem vantar í safnið? Já, það blundar í okkur alltaf. Já. Það ef maður sér eitthvað þá, og ef við höfum áhuga á því þá er það keypt sko. Það er bara þannig. En er eitthvað, þegar þið erum kannski með milli 500 og 600 hluti, að þetta er eiginlega óteljandi, en finnst ykkur eitthvað vanta? Já, það vantar alltaf eitthvað. Já. En við hétum nú fyrir 2 árum að hætta þessu, að kaupa. En það klikkaði náttúrulega. Strax. Það var bara sama. Já. Bara rétt á eftir. Já. Það kom einhverju bambar hérna úr Reykjavík. Er það þessi stóru myndalög sem eru hérna við innganginn úti? Já. Það var ekki hægt að fara fram hjá því. Og eitthvað klikkaði líka í dag. Við fórum í bæinn og það kom eitthvað. Það kom eitthvað smá með okkur heim í dag. Þetta er svolítið fíkn. Já, en þetta er ekkert slæm fíkn. Það er eitthvað spilling í gangi hjá okkur í þessu. En þið eru að safna þessum íslensku jólasveinum og það kannski vantar aðeins í það safna ennþá. Þannig að ef að fólk vill lauma að einhverjum gjöfum þá kannski hérna þá getur það fengið að vita hvaða jólasveina vantar. Já, það er alveg hægt. Alveg hægt. Er það að fá svona jólaskraut í pökkum jól? Já, krakkarnir okkar hafa gefið okkur.
Það er svo erfitt að gefa fólki sem á allt. Þú ert löngu hætt að kaupa umbúðapapir. Já. Þú bara saumar allar umbúður. Já, saumar bara pókana og undir þetta. Þannig að ég bara, já, það er mjög fallegi pókar, finnst mér sjálfri. Og vekur athygli. Svo á 13. er þá slökkt á öllu og byrjið að pakka niður? Já, þá bara slökkum við og svo er þetta bara gert í rólegheitum. Tekur daga og vikur að pakka þessu niður aftur? Já, þetta getur tekið alveg 2 vikur. Það getur borgað sig að gera jólainkaupin á Suðurnesjum. Jólalukka er skafmeðaleikur víkufrétta og verslana. Til mikils að vinna, næstum 6.000 vinningar. Ertu að fara í flug? Það er tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Mögnu jólagleðir af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en efnt var til jólaskreytingakeppni milli deilda á stofnuninni í byrjun mánaðarins. Víkurfréttir voru kallar til leiks til að dæma og finna sigurvegara. Það verk var erfitt því metnaðurinn í jólaskreytingum var mikill. Sjúklingar og gestir stofnunarinnar njóta nú jólaandans á Heilbrigðisstofnun því hver einasta deild er mikið skreytt sama hvert litið er. Já, það er ótt að segja að jólastemningin sé alls ráðandi á Heilbrigðisstofnun. Hægt er að sjá hjartalínurit á veggjónum í formi jólaskrauts hjá slysadeild og þegar við kíktum inn í röntgen þá mætti okkur þessi myndarlega beinagrind í jólaklæðunum. Öðruvísi jólaandi hjá stúlkonum í röntgen er ótt að segja. Fæðingadeild var vel innpökkuð og myndirnar uppi á vegg líka. Víða stofnunina mátti sjá ótrúlegt jólaskraut. Innpakkaðar hurðir og sjáu þetta í skólahjúkrun. Drykkjarmála snjókall skreyttur með glimmer og tilheyrandi. D-deildin var með lifandi jólasvein, sjálfan Skýrgám, þann þekktasta á Suðurnesjum til margra ára. Hann þurfti einlögg kallinn og lá ágætla á honum þegar við hittum hann. Jólaandinn sveif yfir vötnum í ungbarna eftirlitinu. En áðurum við greinum frá úrslitunum í jólaskreytingakeppni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja skulum við aðeins kíkja inn á heilsugæsluganginn. Þar eru ekki bara læknar inni í stofum, heldur líka á hurðunum. Þá er þetta að segja að það sé mikil metnaður hérna. Hvað er þetta hérna vegnum hjá þau núna? Við erum hérna með hjartalínurit, þannig að þema hjá okkur var náttúrulega að tengjast jólaskrauti við eitthvað svona heilbrigðisþema, hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraliða. Þannig að við gerum svona jólasveinahurðina. Þetta er til dæmis læknir sem er tilbúinn að taka hægðapröfu og hann er náttúrulega í svona sokkum hérna til þess að passa sóttvarnir. Svo hérna í ganginum er Hugrún, hún er bensínsjúkralæknir. Þannig þá fannst okkur svona kannski gott að hún er að fæða jólasvein. Já. Hérna er hann að koma út, hérna eru svona, hún er mjög liðuð þessi kona, kona jólasveinsins. Hann horfir hérna uppi og fylgist með. Vel gert í heilsugæslunni en þá yfir í úrslitin. Heilsugæslan með alla sína lækna og jólalínurit lenti í 4. sæti. Í öðru til 3. sæti voru D-deildin með Skýrgám sinn og skólahjúkrun sem státaði af heimagerðum snjókalli og jólasveinum á ferð og flugi. Sigurvegararnir voru konurnar í heimahjúkrun sem hreinlega útbjuggu nýtt jólaheimili með flestu tilheyrandi, meðal annars sérgerðu jólamatastelli frá Vestmannaeyjum. En hvernig fóru þær að þessu? Þetta er gríðarlegur metnaður hjá ykkur. Þvílíkur metnaður. Við erum svo metnaðarfullur hópur, heimahjúkrun. Það hlýtur nú að vera gríðarleg vinna á bak við þetta. Í rauninni ekki. Okay. Það var 1 fundur
Við erum búin að vinna í fjöldan allan árum saman. Það þurfti bara einn fund, ákveði hvað við ætlum að gera og svo bara skiptum við verkefnum og við klárum þetta í gær. Og var ekkert mála við að sér, hvað var að segja, efni við í þetta? Já, við fórum kannski svolítið svona ýmsar leiðir og það kom hérna maður í gærmorgun með sófasett. Sófan hérna, gömlu og hérna svona ýmislegt sem að... Glös og stell og allt, þetta alveg bara, eins og maður segir, alveg alvöru jólaborð. Þegar við ákváðum að leggja til borðs, þá sagði ein að hún ætti móður sem hefði málað stell, öldru kona í Vestmannaeyjum, og hún myndi vera svo glöð að fá að sjá þetta stell í blöðunum eða sjónvarpinu, þannig að við bara settum okkur alveg í gírinn. Þannig að, en þetta hlýtur svona hvað er maður að segja, að rífa upp andan hjá starfsfólkinu, svona stemning? Þvílík stemning, það er svo gaman og það er ein hérna sem hefur unnið yfir 40 ár og hún hefur aldrei séð aðra en stemmingu á jólunum. Bara virkilega gaman og við þetta er fyrsta skipti sem ég sé, ég hef allavega ekki séð jólatréð tekið upp svona snemma. Og já. Þannig að þetta er og það er bara gaman í heimahjúkrunum, virkilega, það er alltaf stuðina. Góður hópur. Ég sé líka að þetta hefur haft gríðarlega góð áhrif bara af því að það er alla deildir svo með mikið metnað í þessu, þannig að þetta er svona, hvað við segja, góður andi og stemning hjá öllu starfsfólkinu. Í húsinu, já, það er það. Frumkvöðullinn að þessari óvanalegu keppni, Ólafur matreiðslumistari, var auðvitað ánægður með hvernig til tókst. Þú ert hugmyndasmiðurinn að baka þessi skemmtilega hitt hvernig þetta er þetta í hug? Ég bara hef ekki hugmyndin, það dætti hug að gera bara eitthvað skemmtilegt. Þess aðeins að minna á að jólin var að koma, lífga aðeins upp á þetta og hafa gaman. Þetta er skemmtileg vinna og frábært fólk, bara hafa gaman saman. Þetta eru aldeilis tekist vel, þetta er alveg magnaður, bara metnaður ef að nota þau sterku orð. Já, ég ger ekki neitt, ég komist bara að stað, fólki sá þetta sjálft. Þannig að áhugin var bara gríðarlegur strax svo upphæði, samkeppnisandinn. Já, alveg bara, þetta er svona ótrúlegt jólaskraut þarna innanum, sko. Já, þetta er hreint, kom mér alveg gríðarlega óvart. Það er fólki búið að leggja ofboðslega metnað í þetta og stemmingin hefur bara verið frábær samlega þessu. Þannig að þetta er búið mjög gaman að þessu. Það hjálpar til upp á starfsandan. Heldur betur og ég hef ekki vinnustæði sem svona, finnst mér mikið gleði og gaman að vinna, þannig að þetta er alveg nýtt fyrir mér. Og aðeins að veðurofsanum sem hafði nokkur áhrif hér suður með sjó í vikunni. Björgunarsveitir á Suðurnesjum hafði nóg að snúast í veðurofsanum í vikunni. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu á Suðurnesjum fengu lögregla og björgunarsveitir 100 hjálparbeiðnir í óveðrinu á þriðjudaginn. Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík aðstoðaði ökumenn í snarvittlausu veðri á Suðurstrandarvegi þaðan sem þetta myndskeið er. Á sama tíma fauk þak af atvinnuhúsnæði í Reykjanesbæ þar sem þessar myndir náðust og björgunarsveitamenn voru allan bæ að eiga við fjúkandi þök og lausar klæðningar. Í Njarðvíkurhöfn var togarinn Berglín GK að losna frá bryggju en snör viðbrögð komu í veg fyrir að togarinn mundi slíta sig lausan. Í öllum átökunum brotnaði þó einn bryggjupolli en þeir eiga að þola ýmislegt. Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Í vikunni kom út jólablaðið okkar, 64 blaðsíður, sneisafullt af efni en vegna óveðurs seinkaði dreifingum einn dag.
En við erum með nýtt efni alla daga á víkurfréttavefnum vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Við bjóðum íbúa utan Suðurnesja velkomna á svæðið. Hér úrval verslana og veitingastaða sem enginn svikinn af og jólastemningin góð. Höldum áfram að njóta aðventunnar, en við verðum hér aftur í næstu viku með annan jólaþátt. En við endum þáttinn með henni Fríðu Dís sem söng í jólaboði Sossu myndlistakonu núna í vikunni. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Hey,